Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Það dylst engum að mengun sem hlýst af plastpokanotkun hefur skaðleg áhrif á lífríki jarðar og plast í hafinu vaxandi vandamál. Fjölmargar nefndir og ráð hafa verið sett á laggirnar til að finna út hvernig hægt væri að vinna verkefni sem miða að því að draga úr plastpokanotkun á Íslandi. Mikil vakning hefur orðið á síðustu misserum og æ fleiri tekið áskorunum að hver og einn skipti máli í þessum efnum. Anna Margrét Valgeirsdóttir á Blönduósi einn þeirra. Hún hefur komið sér upp endurvinnsluhorni þar sem við hittum hana við saumar. Svona þegar ég kem inn í búðir og það tekið ein appelsína og sett í poka, ég bara á erfitt með að halda aftur að mér að benda fólki hjá. Þetta bara óþarfi. Og ef við ekki breytum, þá það börnin okkar og barnabörnin okkar sem að muni taka til eftir okkur. Og viljum við það? Ég var nú lengi vel búin að vera að leita og hugsa, hvað getum að gert í búðinni, skrjáfupokarnir, þeir fóru nú meira í taugarnar á mér heldur en annað, lifa valla fram að kassa og mér var búið að detta í einhverja litlar körfur, eitthvað sem að tæmdi svo bara í pokan sinn og nei, hún ekki nógu gott. Svo sá ég svona litla fína poka, innflutta frá Kína. Keypti þá reyndar. En svo fór ég bara að hugsa hvort að ég gæti ekki tekið þetta skrefinu lengra og allt í einu datt mér í hug að fara að gera þetta úr gömlum aflögðum gardínum. Og í dag þá sit ég hér í horninu mínu sem ég þykir óskaplega vænt og sauma poka úr gömlum aflögðum gardínum. Þvæ þetta og viðra voða vel og í norðanáttinni hjá mér og svo bara sauma ég og þeir bara koma í öllum stærðum og gerðum og litum og mér finnst ég rosalega flott þegar ég fer út í búð með fínu pokana mína og svo tala nú þegar maður komið með svona fallegar appelsínur í. Já. Þetta bara ekkert leiðilegt að vera með svona í búðinni. Þetta náttúrulega snilld. Ekki nú þyngdinni fyrir að fara. Nei. En sko þetta eru aflagðar gardínur sem segir mér það að auðvitað eru þær kannski sjálfur sér ekki svo umhverfisvænar en það hugsun á bak við það hjá þér líka. Algjörlega. Sko ég myndi helst vilja vera að gera þetta úr bómull. En hvað ætlum við þá að gera við þetta efni sem þegar til? Ef að henda því. Þannig að það þetta að nota það sem að sko þegar til. Og stórisar ekkert voðalega mikið í tísku og meira segja þekkir fólk ekki þetta orð stórisar. Ég auglýsti á Facebookinu minni eftir hvort einhver ætti stórisa meðal vinana og það voru voða margir sem spurðu, hvað það? En gardínur þekkir fólk, þá var það sem jafn útlent orð. Já, en það voða fáir með svona, en það voða margir sem eiga svona í kössum. Já. Og ég tek við. Anna Margrét kennari við Blönduskóla og hefur kveikt áhuga nemenda sinna á umhverfisvernd. Í fyrra þá einsetti ég með það að hvert einasta barn myndi sauma svona poka í skólanum en svo kenni ég fyrsta bekk ekki neitt, þannig að þau sluppu. En allir hinir, og ég tók bara enskutíma undir þetta ef að testilmenntatímarnir dugðu ekki. Já. Þannig að hvert einasta barn fór heim með svona poka, þannig að það eiga flestir hér í samfélaginu að þekkja pokana. Hér á Blönduósi? Já. En þú ert líka svolítið á móti því að við séum að nota mikið af jólagjafapapír. Já, Af hverju má maður það nú ekki eins og niður? Sko, það eru sumir sem halda þetta sé ekkert mál, sko. Já, nei, þetta pappír. Dóttir mín vinnur til dæmis í Söru og þar eru pappírspokar og mann rétti pappírspokar og ég vil þá bara ekki neitt. Hvað á ég að gera við hennar pappírspokka þegar ég kem heim? Ég hend honum. Já. Og við verðum að minnka ruslið okkar. Þetta ofsalega einfalt, við bara verðum að gera það. Og aðfangadagskvöld og svona hrúa af pappír og ég fæ bara hrollinn. Hvað gerir þú? Ég er búin að vera að hugsa þetta í nokkur ár. Svo keypti ég þessa yndislegu saumavél í haust og þá bara allt í einu kom þetta. Og ég bý til poka. Ég og pokarnir. Já. Og já, þetta snilldin. Er þetta líka úr einhverju aflögðu efni sem þú bara? Nei, sko, eitthvað.
Já. En mér bara hefur ekki áskortnast nóg af aflögðu efni, en það er hugmyndafræðin. Þannig vil ég hafa þetta. En svo er þetta sko, fjölskyldur þurfa að koma sér upp svona pokum og ef að þú værir til dæmis systir mín, þá færð þú poka frá mér á næstu jólum og svo jólin eftir, þá ætlast ég bara til þess að ég fái pokan tilbaka og þú eru bara að passa þig að kaupa jólagjöfur í eftir stæl að pokið geti gengið á milli okkar. Þannig að ég hef verið að gera þetta með þetta í ýmsum útfærslum. Þetta til dæmis er efni sem að mér var gefið, aflagt, sem að einhver hafði ekki not fyrir lengur, margir verið með svona í hérna sem dúka og allavega. Já. Og hérna fullt af fólki sem á svona inn í skáp og er aldrei að fara að nota. Hún er oftar en ekki með 2 saumavélar í tækinu í einu og efnin fær hún víða að. Ég er náttúrulega að vinna svolítið úr bara aflögðu. Þetta eru hérna gamlar buxur. Já. Sem að voru bara orðnar götóttar og snjáðar og ljótar. Og þetta er sem sagt, við setjum hérna hleðslutækið hérna, setjum í samband, síminn hér ofan í og þá er snúran ekki út öll borð. Þetta er bara svona sem sagt. Já. Þannig var, sem sagt að saumadellan, hún er mér mjög í blóðborin. Amma var saumakonna, mamma er mikil saumakonna og ég elska saumavélina mína. Og móðir mín, hún býr í Vestmannum og hún rak vefnaðarvöruverslun þangað til fyrir einhverjum 10-12 árum síðan. Já. Það voru náttúrulega afgangarnir fóru niður í kjallara heima í Vestmannum og svo fyrir 2 árum síðan þá átti að fara að taka til og það átti að fara með þetta á haugana. Já, nei. Ég get ekki hent þessu en það var svolítið dragi og mamma var alveg viss þetta væri allt saman ónýtt. Nei, þetta fór í kassa og á Blönduós. Já. Í þvottavélina, út á snúru, hékk þar í viku, heilvefnaðarvöruverslun. Og svo er ég allt í einu með einhver ósköp efni og ég segi, hvað á ég að gera við þetta? Það er ekkert betra að börnin mín þurfi svo að henda þessu þegar ég rekk upp af. Og þá fór ég að leita leið og þá urðu til dæmis þessar töskur til. Og þessi svona sætur til að fara með í sko fatabúðirnar og svolítið. Þú veist, ef þú svona alveg óviljandi dettur inn einhvers staðar og þarft að kaupa þér eitthvað. Anna Margrét heldur út í Facebook-síðunni Endurvinnsluhornið en tekur skýrt fram að það sé málefnið en ekki gróðasjónarmið sem knýja hana áfram. Ég er ekki að gera þetta til að græða pening á því. Nei. Ég, eins og ávaxtapókarnir, ég er að selja á 250 krónur stykkið. Þannig að því að ég vil að umhverfið mitt græði. Ég þarf ekkert að græða. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.